Já, takk fyrir það. Maður sem lítur út eins og Bjarni Ben sem komst ekki í ríkisstjórn, hætti að raka sig og borðaði alla kökuna sjálfur. Ég segi svona. Brjálæðiskast vikunar kom í kjölfarið því að kjararáð hækkaði laun æðstu embættismanna þjóðarinnar alltaf 44%. Þingfararkaup alþingismanna var 762.940 krónur á mánuði en hækkar með úrskurðinum í dag í 1.101.194 krónur. Í krónum talið þetta hækkunum rúmlega 338.000 krónur eða 44,33%. Þessi ákvörðun var víða gagnrýnd, meira að segja þeim sem hækka í launum en Brynjar Níelsson keypti sér reyndar ekkert upp við hana. Í viðtali á Vísi sagðist hann gera ráð fyrir því að hækkunin sé í samræmi við lög og reglur og almenna launahækkun í landinu. Laun þingmanna hafa hækkað þrisvar á einu ári, nú síðast 44%, þannig að Brynjar, láttu þér ekki bregða ef hækkunin örlítið hærri en almenn launahækkun í landinu. Bara nú þetta mjög stutt í þetta. Nákvæmlega. En Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, hvatti Alþingi til að vinda ofan af hækkuninni og sagðist ekkert að láta hana renna í eigin vasa. Ef forsetinn í vandræðum með að finna gott málefni þá legg ég til að peningarnir verði notaðir til að ráða trommara á Bessastaði, allavega ef Guðni ætlar að halda áfram að slá á létta strengi á blaðamannafundum. Þarf ég að segja það? Nei, á ég að vera einhver móðir Teresa hérna sem gortir sig á því. Eða bassaleikara. Á ég að vera einhver móðir Teresa hérna sem gortir sig á því. Ánægður með Guðna. En vandræði Samfylkingarinnar héldu áfram í vikunni þegar formaðurinn sagði af sér, framkvæmdastjórinn hætti, öllu starfsfólki flokksins var sagt upp og Jón Baldvin Hannibalsson sagði að vörumerki flokksins væri ónýtt. Jón Baldvin ætti einmitt að vita sitthvað ónýtt vörumerki, verandi slíkt sjálfur. Bám! Fæ ég trommarannars Guðna aftur. Takk. Sjálfstæðisflokkurinn fékk stjórnarmyndunarumboðið á miðvikudag sem ætti að sjálfsögðu að fara þannig fram að sverð dregið úr steini. En fyrst það ekki þannig ætla að fá flokkar umboð sitt frá forseta Íslands á Bessastöðum. Eftir að Bjarni fékk umboðið hófst hann handa við að ræða við formenn flokkana en ferlið flókið. Svo flókið að fæstir vita hvað í gangi. Við gerðum því það eina rétta í stöðunni og fengum metnaðarfyllstu fréttastofu landsins til að útskýra stöðuna á mannamáli. Sko, Sjálfstæðisflokkurinn að leita einhverjum til að koma út að leika en eiga ekkert svo marga vini. Píratar í fíl út í hann og vilja að Vinstri græn, Viðreisn og Björt framtíð og Samfylkingin leiki sér saman, jafnvel þótt þeir fá ekki einu sinni að vera með sjálfur. Vinstri græn líka í fíl út í Sjálfstæðisflokkinn og vilja helst ekki leika við hann eða flokkana sem með honum á deild. Björt framtíð og Viðreisn samt orðin bestu vinir og vilja kannski leika við Sjálfstæðisflokkinn. En bara ef Framsóknarflokkurinn fær ekki að vera með. Samfylkingin á svolítið bátt. Foreldrar hennar voru að skilja, en þau eru svo líbó að mamman flutti út og pappinn tók við heimilinu. Já, ok, ég skil. Framsókn útilokar ekki samstarf við neinn flokk og mér sýnist Lilja Dögg vera hársbreidd frá því að góma morðingjann. En svo það sé alveg á hreinu þá Dögun til í að stýra landinu með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn en því miður fyrir flokkinn þá fekk hann ekki einu sinni nógu mörg atkvæði helgina til að mynda þessa setningu. Að lokum vil ég biðja ykkur afsökunar. Ef Sigmundur Davíð hefði verið hér í minn stað þá hefði innslagið orðið að minnsta kosti 19% skemmtilegra.